Jæja, kæru vinir, þá erum við velkomin á föstudagsfund. Þá erum við aftur komin í COVID-gírinn hérna bara með fjarfundi. Og það er hann Benedikt og Valur líka. Þeir ætla að tala lagnám. Þeir staðan af því. Er það enn það sem þú gefur konunni sem á allt þegar hún verður fertug? Það bara svona. Já, takk fyrir þetta. Ég og Valur ætlum að vera með fyrirlestur lagnám og byrja að fara þessi yfir söguna. Hvernig þetta hefur þróast í aldanna rás og kannski mikilvægast öll að fara yfir það hvort að við höfum eitthvað bætt okkur. Hvort að þetta hafi eitthvað skánað undanfarin ár og hvernig staðan er á SAK í dag. Já, en fyrsta lagnámið við skiptum þessi lagnám kvið og lagnám leggung. Byrjum að fara yfir sögun lagnám kvið. Fyrsta lagnám kvið var framkvæmt í Manchester á Englandi. Árið 1843 af Charles Clay. Charles Clay var breskur kvensjúkdómalæknir. Hann byrjaði sem óvaríutómist og hafði staðið sig nokkuð vel í því að fjarlægja eggjastokka og hann hafði gert það 5 sinnum áður og hafði allir sjúklingarnir lifað af sérstaklega tekið fram. Svo þegar var komið á sjúkling númer 6 sem hann hafði greint með gríðarlega stórt eggjastokkakrabbamein þá ákvað hann að taka hann í aðgerð. Það kom smá babb í bátinn og eftir að Clay hafði opnað kviðinn þá fékk sjúklingurinn mikið hóstakast. Á þessum tíma voru sjúklingar náttúrulega ekki svæfðir, hvað þá verkjastilltir. Og við þetta hóstakast þá skaust upp úr leginu eins og stendur í heimildunum stór vöðvahnútur sem hafði verið í leginu. Og Clay reyndi nú að repónera þessum vöðvahnúti en allt kom fyrir ekki og hann vissi ekki alveg hvað hann átti að gera en hann ákvað bara að fara í subtotal hysterektomíu. Þrátt fyrir að aldrei gert það áður. Því miður lést sjúklingurinn eftir að honum hafði blætt út. Clay gafst ekki upp og ári seinna framkvæmdi hann annað lagnám kvið. Ábendingin fyrir aðgerðinni var enn og aftur kolröng. Hann ætlaði að fjarlægja eggjastokk vegna krabbameins en sjúklingur var með stóran vöðvahnút í leginu. Sjúklingurinn lifði af aðgerðina sjálfa en lést 15 dögum seinna eftir að hafa dottið úr rúmi og menn hafa verið að spekúlera af hverju sjúklingurinn hafi látist seint eftir aðgerðina. Raun og veru komin úr þessum hættulegasta post-op tímabili og menn hafa leitt líkur að því að það hafi líklegast verið bara skórið á báða úreterana, jafnvel þvagblöðran tekin með, sjúklingurinn farið í nýrnabilun og úrið misst óráð og látist vegna þessa. Hérna sjáum við Charles Clay. Þannig að þarna var ekki ennþá komið heppnað lagnám kvið, en það var 10 árum seinna að Ellis Burnham frá Massachusetts, það var árið 1853, að hann framkvæmdi fyrsta lagnám kvið þar sem sjúklingurinn lifði af. Ábendingin fyrir aðgerðinni var eins og svo oft áður kolröng. Eftir að Burnham hafði opnað kviðinn á sjúklingnum, þá byrjaði hann að kasta upp og upp úr kviðnum skaust stór vöðvahnútur úr leginu sem var nákvæmlega sem og Clay hafði lent í. Það var engin stór systa eða túmor eggjastokkum. Burnham tókst að framkvæma subtotal hysterektomíu og sjúklingurinn lifði af. Við þetta fylgdist okkar maður Burnham eldmóði og framkvæmdi hann 15 hysterektomíur á sínum 13 ára ferli sem skurðlæknir. En því miður lifðu einungis 3 sjúklingar aðgerðirnar af. Hinir 12 létust úr blæðingum, sepsis og örmögnun. Það talað
að það hafi verið svona í kringum 70% mortalitet á þessum aðgerðum í upphafi. Og nokkrar ástæður fyrir því. Eins og helsta að menn voru einhvern veginn þegar voru að loka fyrir sem sagt í raun og veru cervix-toppinn, að þá skildu þeir eftir svona langa þræði sauma og létu þá liggja niður í vakíruna í þeim tilgangi að drenera gröft, en þetta hafði því miður þveröfuga áhrif og fólk dó úr sepsis. Og þeir í rauninni heimfærðu þetta frá aðgerðum sem sagt þegar menn voru að fjarlægja útlimi á fólki. Þá höfðu menn alltaf skilið eftir svona einhvers konar sauma. Já, alltaf tala um svona long threads til að drenera eitthvað sem meikar alveg sens að þetta drenera útlimi en ekki að hafa þráð frá leggöngum og inn í kviðarhol. Þannig að og svona talað um þetta hafi verið einn stærstu mistök kvensjúkdómalækna sem voru að hefja ferilinn að bara heimfæra þetta á þeirra aðgerðir. Hérna sjáum við mynd af frönskum kvensjúkdómalækni sem heitir Pean. Það maðurinn með geggjuðu pork chops skeggið. Hérna hann að fara að framkvæma legnám á einhverju franskri konu. Og tilgangurinn með þessi að sýna að þetta var svona svokallað social gathering þessar aðgerðir. Þarna buðu menn bara helstu fram að mönnum í franskri pólitík og efnahagslífi til að koma og fylgjast með. Og það var lykilatriði að hafa 2 fílhrausta karlmenn til að halda niðri grey konunum til að hægt var að reyna að framkvæma aðgerðina. Og þarna náttúrulega ekkert verið að hugsa hreinlæti, það ekki með hanska, það ekkert sterilt. Og já, þetta meira svona, þetta var bara performance, lítið verið að hugsa sjúklinginn sko. Nú, svo kom að Isaac Baker Brown, sem var fyrsti kvensjúkdómalæknirinn, sem tókst að lækka dánatíðnina í legnámi kvið niður í sirka 7%, aðeins rokkandi tölur, en eitthvað á þessu bilinu, allavega rétt undir 10%. Og hann notaðist við aðra tækni en Clay og félagar hefðu gert áður. Hann til dæmis byrjaði að hægt að skilja eftir þessa löngu sauma frá cervix-toppnum og kviðnum niður í leggöngin. Svo var einnig talað um að hann hefði líkerað eitthvað óvarjan petikúl. Þannig að lokaði kviðnum. Getum ekki alveg útskýrt það. Og á þessum tíma virtist hann alltaf verða algjör brautryðjandi á sviði skurðlækninga í kvensjúkdómalækningum. Þangað til að hann birti rannsókn sem átti að sýna fram á að það að fjarlægja snípinn á konum væri lækningin við hysteríu, geðveiki, flogaveiki og fleiri kvillum. Og þetta var náttúrulega sem ákveðin tískubóla á sínum tíma. Kannski erfitt að vera vondur við Brown, þar sem margir voru allavega undan honum hefur verið að gera þetta, en hann reyndi að birta þetta sem rannsókn og fyrir það var hann útskúfaður og fékk ekki að starfa lengur undir Obstetrical Society of London og féll nafn hans í gleymsku og raunverulega tæknin hans sem hann hafði notast við. Þannig að eftir að Brown féll að sjónarsviðina þá fóru menn aftur í fyrri tækni á þessum aðgerðum. Nú, svo komið að Thomas Keith sem svona sá sem breytti legnámi til frambúðar. Hann svo margir byrjuðu fyrir hennar óvaratómium en það var því miður gríðarlega há dánatíðni á þessum tíma en það truflaði Thomas Keith og hann fór að vinna markvisst í því að finna út úr í hvernig hann geti lækkað dánatíðnina, hvað var það sem var að valda öllum þessum dauðum og sem betur, eða svona lán, mjög heppinn að góðu vinur hans var Joseph Lister og urðu þeir félagar algjörir frumkvöðlar þegar koma hreinlæti í aðgerð. Þarna hafði Thomas sjálfur verið að fikta eitthvað við að sprauta karbóliksýru í sár og í kringum kviðir og svona, en það hafði ekki tekist hjá honum, það hefði semst að lækka dánatíðnina með því, en hann var mjög meðvitaður hreinlæti væri mikilvægt. Og í raun og veru svona, það mikið skrifað nákvæmlega hvað ég gerði, en í grunninn þá var þetta bara hreinlæti
og steril aðstæður og verkfæri. Það eru til nokkuð skemmtilega lýsingar á Thomas Keith. Ég fann ekkert gott íslenskt orð yfir wild looking man sem honum alltaf lýst sem og það talið vera vegna þess að hann þjáðist af endurteknum nýrnasteinum, fékk svona system nýrnasteina, var alltaf verkjaður og fór ansi oft í aðgerðir, náttúrulega ódeyfður og óverkjastilltur greyið maðurinn. Ég fann enga góða mynd af honum, en já, tölurnar tala sínu máli. Af fyrstu 33 hysterektómíunum létust einungis 3 konur, sem það bara algjörlega óheyrt á þessum tíma. Og til samanburðar var tekið dæmi Spencer Wells, sem var svona sjómenn eða framamaður í London á þessum tíma. Maður sem fór á milli spítala, hélt mikla ræður og fyrirlestra og fékk að gera fullt af hysterektómíum. Þið kannski þekki típuna, sko. Honum gekk hins vegar afleitlega og þegar var farið að horfa tilbaka þá létust 29 konur af 40 sem hann gerði hysterektómíur á. Thomas Keith miklu meira svona, já, kom ekki að vel fram að svona allt öðru vísi, þannig að en margfalt betri skurðlæknir. Þetta svona eina myndin sem ég fann á honum, en passar ekki vel við lýsinguna. Svo það legnum leggöng. Það mun eldri aðgerð og það eru til lýsingar frá 120 eftir Krist að slíkar aðgerðir hafa verið framkvæmdar hér og þar heim. Þær voru augljóslega ekki hættulausar og langflestir sjúklingar létust vegna blæðinga, peritonitis eða örmögnunar. Og það hefur svona verið í retrospektinu, sko, hvað var þessi örmögnun sem fólk lést úr? Og það talið vera að út af því að menn voru líklegast að skera á þvaglegarana og þvagblöðruna og fólk hafa verið nýrnabila og dáið. Þrátt fyrir afleitan árangur af þessum aðgerðum var ábendingi fyrir legnámi leggöng á 11. öld. If the uterus has prolapsed externally and cannot be reinserted, it should be surgically excised. Þannig að því miður áttu konur ekki von á góðu eða fengu prolaps. Þá þurfti bara að taka leið sama hver niðurstaðan var, sko. Já, það eru til heimildir einnig frá miðöldum sem haldaði fram að einhver hafi lifað þessa aðgerð af, en það algjörlega óstaðfest og það svona almennt talið að fyrsta heppnaða og sannreynda legnámið leggöng hafi verið á Ítalíu í Bologna. Það var ekki tiltekið ártal, eitthvað eftir 1500. Berengarius da Carpi hafi gert það. Þrátt fyrir að menn hafi reynt það frá 11. öld. Þá spurningin, hvernig gengur okkur í dag og höfum við bætt okkur eitthvað? Og Valur ætlar aðeins að fara við það. Já. Ég ætla aðeins bara að fara yfir svona, þetta svo margar tegundir aðgerðum, þetta flokka hérna og aðalega tölfræðin hérna frá SAG. Og það þetta sem sagt legnum kvið og það þá flokkað eins og þetta sést á myndinni. Það að segja tótala sem leghálsinn tekin einnig, subtótala sem leghálsinn skilin eftir og svo til stærra aðgerð svo radikala sem eitt og annar kemur með einnig, sko. Þannig að þetta svona skýringamynd þarna við legnámi leggöng. Síðan það aðgerðir með kviðsjá sem eru nokkrar tegundir. Það talað laparoscopika assisted sem vorum að gera hér töluvert í byrjun. Það er hlutaaðgerðir gerður með kviðsjá og hluti sem að neðan sem leggöng. Og svo áður voru gert töluvert að subtotal hysterektómía með kviðsjá. Það var notað svo kallaður mosilator til þess að hakka niður legið. Þetta er bara græja með blaði sem hringsker og þá teknir út legið í svona pilsum. Þetta hefur eiginlega dottið mikið aftur núna út af mögulega dreifingum á þá illkynja meinum ef það hefur reynst í sarkom í legjum sem það hefur verið hakkað og dreift kvið.
Nú erum við að reyna að gera þetta semst áfram en setja því í poka legið áður en það er hakkað. Það er að finna út alls konar leiðir á því. En annars er þetta þá komið meira yfir í legnámi kviðsjá. Það er allt gert laparoskópist og það er eins og við höfum verið þá að gera hér núna síðustu ár og þá er oft notað stýritöng sem kemur hérna í legið til viðbótar sem er nauðsynlegt til þess að minnka líkur á skaða og úreitara og auðvelda aðgerðum. Hérna við ætlum að fara aðeins í tölfræðina á SAG og aðgerðum hefur fækkað töluvert eða nánast helming frá 2000 og fyrst frá 2010 síðan hefur þetta nokkuð stabílt, svona síðastlega 2011-2020, 50-60 aðgerðir á ári. Þá er ég að tala allar aðgerðir. Og við höfum lagt upp með það að reyna svona allar síðustu ára að gera allar aðgerðir sem minimal invasive, það er að segja annarkvort legnámi leggöng eða legnámi kviðsjá og það hefur aukist gríðarlega hjá okkur. Ávinningurinn er aðalega náttúrulega styttri legutími, skjótari bati, minni skursár og legutíminn hjá okkur er svona 1 til 2 dagar, þess að flesta fari heim daginn eftir legnám í dag. Við byrjum hér að gera þessa legnám með kviðsjár, þess að aðgerðin gera fullu með kviðsjá 2018. Áður vorum við að gera rauninni svona hluta, þess að laparoscopic assisted og við þurftum aðeins að undirbúa þetta og fá svokallaða stýritöng sem ég sagði frá áðan og síðan hefur aðgerðin hjá okkur fjölgað mjög hratt í þessu laparoscopisku hysterektómíu og síðasta ár var nánast helmingurinn gerður þannig. Þó voru töluvert fækkun aðgerð út í fyrra vegna þá COVID, það var lokað meira og minna allt árið. Ég held með vídeó hvernig þessi aðgerð er gerð, þetta er ekki vídeó frá okkur hér, heldur frá Dr. Misra sem er á YouTube, en hann gerir þetta ekkert ósvipað þess að við gerum þetta, en þetta er nú spilað á 4-földum hraða, þessi aðgerð, þó að hann tali stöðugt þetta sé svo mjög auðvelt aðgerð, þá þetta gengur þetta lippulega hjá honum, hann byrjar á því að opna þarna rótundaligamentið beggja vegna og reynda að færa þetta á eggjaleiðarann og klippir hann. Síðan farið þá opnað brotligament, þetta óveri ligament tekið sundur þarna, eggjastokkurinn fellur frá og svo fer hann þá niður brotligamentum og opnar blöðruperitonium sem hann er að gera þarna og svo blöðrun ítt vel niður, hann er að vinna þarna með opna blöðruperitonium og farið niður og þannig er hann komast niður á leghálsinn og þannig stýritöngin undir. Þannig er hann að íta vef af stýritöngin og fría þannig blöðruna alveg frá leghálsstofnum og reyna að íta niður og einnig íta þá úreterun undan sem er svona aðalhættan eins og við sáum og fyrir aðgerðum frá fyrri öldum það var úretera mikið teknir í sundur og það gerist enn í þessum aðgerðum. Þarna opnar hann brotligament aftan til, það er einnig samverk og reynir að fara hann ofið sakrútri ligament. Það er að reyna að halda þeim sem þá fest á legunga toppinn, svona þegar aðgerðin er lokið og heldur þarna strengjónum upp í leguntoppinn. Þarna fer hann áfram sömegin, hægra megin og inn að útýrna æðinni sem er þá planið að brenna síðan einangrana vel. Hún sést nú þarna bólgin þarna. Síðan er henni bara að brenna á óverjál æðarna beggja vegna og stoppa allt blóðflæði til legsins. Gera þetta sérhverjum megin. Svo er æðin bara tekin í sundur sem hann gerir þarna rétt bráðum. Sérhverjum í sundur sést þarna, já, þannig að æðin komin í sundur. Og svo er markmiðið að skera niður á stýritöngina sem er þá í leggungunum og í kringum leghálsinn og opna þar niður í leggöngin og síðan er þá þannig að lengja þessu kvæli þó þetta væri svona létt, sagði hann. Já, svo er skor þarna niður á stýritöngina, hringinn í kringum leghálsinn. Já, bolli sem er kringu legháls til að hafa stýringu, þetta sjá kemur svona bolli
Þetta ekkert ósvipað því sem við erum með, þetta mjög svipað, við gerum eiginlega öll skrefin nema. Taka leghálsinn líka þarna? Já, leghálsinn er alltaf með í þessum aðgerðum, hann er alltaf með. Þannig að síðan þegar legið sporið niður þarna, legið laust og það tekið bara niður, beint niður. Þetta er enda skildan eftir eggjalegð, hann tekur það eftir það, náttúrulega má gera það, við tekum það. Legið tekið niður leggangi? Já, dregið niður með stíltökin og þannig opinlega leggangatoppinn sem að gera þarna. Og þetta bara að taka eggjalegðina, gera það eftir á, við tökum á sama tíma og svo bara leggangatoppinn saumað svona laparoskópískt. Þarna að reynda með venjulega sauma sem hann hnýtir en við erum með svokallaðan V-lock saum sem eins og gaddavið, þess að það dregst inn en tókast ekki tilbaka þráðurinn og þarf þá ekki að setja hnúta á eins og hann að gera. Hann þarf ekki að hnýta eins og venjulegum opnum aðgerðum. Sko. Hann gerir hafnalepulega það auðveldara að geta gert þetta bara með þræði sem er fastur. En þetta eiginlega komið þarna hjá aðgerðin, ég ætla að sjá hvort við getum ekki bara hoppað yfir hann þarna. En þetta er svona þessi aðgerð sem eins og við gerum þetta nokkuð í dag. Ég tók úr áskýrslum svona fjölda aðgerða hjá okkur, svona alveg reynda frá 2000 sko, við kemur það bara í súluritum á eftir. En þetta er svona hvernig skipt upp öllum aðgerðum og mikið af þessu við teljum sem legganga aðgerða, legnám leggung, eru þá líka einhvers konar viðgerulegir, einhvers konar próflofsviðgerð, annað á blöðru, aftarvegg eða vegna rekto eða enterocels. Þannig að það fylgir oft með, þannig að tölurnar yfir legnum leggung er alltaf nokkuð háar, það er mikið af því eru sigaðgerðir í leiðinni. En þarna 2018 byrjum við þessar total laparoskópískar hysterektómíu og gera þarna 6 fyrsta árið. Og svo þetta töflunar, þarna sjá þetta byrja að fjölga tölunum, þetta góður upp í 16, þetta næst. Og síðan 23 ár nú í fyrra. Ég tók aðeins frekar gaman að sjá tölurnar svona frá okkur nokkurn veginn. Þannig að súlurnar stóru súlurnar eru heildarfjöldi legnáma. Þannig kringum 2000 voru aðgerðar rétt kringum 100. Og það sem stæðst hérna þá subtotal hysterektómí og abdomen. Það þessar tvær súlur, það þetta bláa og rauða. Það ef við leggjum þær saman, það eru aðgerðir kvið. Þannig að þetta langstæðstu hluti aðgerðina var aðgerðir kvið. Og langstæðstu hluti var subtotal þessi leghálsinn skilinn eftir og aðeins auðveldir aðgerð, það minni hætta á úreltisskaða, minni hætta á blæðingum, það er auðveldir að komast að. En það langstæðstu hluti var subtotal hysterektómí og abdomen, þannig að stæðstu hluti þessi súla í byrjun, þetta kringum 2000 allt saman abdomenal. Svo það legnáminn hérna sem total, það sem kallar vaginal, ekki bláa línum hér. Og svo var svolítið verið að gera laparoskópíska system í byrjun sem fækkar þeim voðalega hérna fram á árunum, en aðgerðafjöldin fer svona aðeins að koma niður. Það er svona aðeins fækkar aðgerðum, en ennþá áfram stór hluti gerður kvið. Svo þetta tímabilið 2011 til 2020 og það þarna sem að við fer aðeins að breytast en aðgerðafjöldi þetta svona milli 50 og 60. Við dettum niður hérna síðast út í fjölda að bara COVID, það var ekki aðgerðir gerðar sko. Og svo byrjum við á þessu total laparoskópíska aðgerð hérna og 2018 síðan hefur þetta nánast komið í helming aðgerða hér síðasta ár, en það kannski ekki alveg margt þetta ár út af COVID. Þannig að þetta svona nokkuð með þróun hjá okkur. Við svo sem ætlum ekki að hafa þetta mikið lengra hjá okkur, þannig að hérna þetta bara stærra, bara svona yfir allt þess súluriti yfir bara að gera þetta alveg frá 2000, bara svona sjá þetta, svona munstrið á þessu. Þannig að hérna, já, það átti ekki að vera neitt fleira við. Takk bara kærlega fyrir. Sé ykkur, það eru 14. Ef eitthvað að stýra því hvort það sé. Já, takk fyrir spurningar. Takk fyrir, fróðlegt. Var Alexander í afsækju? Alexander? Það fyrsta sem stingur til yfir því að það búin að vera allan tíma, ég veit svona sem þetta, en það þetta sem fækkun á öðrum legnám heldur en
sigakerunum, hvað legnum hefur fækkað mikið. Já. Og myndi vilja aðeins svona, Já, hvað er líkast að skýringum að legnum skulle fækka svona gegnum tíðina? Já, spurningin er eiginlega svo af hverju legunum hefur fækkað svona síðastliðin árið farið úr nánast helming eða frá 100 niður til svona 50-60 frá. Langstærsta skýringin líklegast lykkjan, hormónlykkjan og búin að fækka alveg óbúðslega mikið aðgerðum. Þessi voru ábendingar áður fyrir legnámi fá lykkju og það er alltaf reynt hjá okkur öllum áður en það kemur að legnámi og það gengur ofta alveg óbúðslega vel, þannig að það held ég sé stærsti hlutin í þessu sko. Ég held að það geti svarað nánast þessum hóp sko. Við erum nú að setja svona óbúðslega margar lykkjur í dag. Einhver sem er að spyrja. Er einhver fjarska? Það er líka tíðarandinn. Já, ég svo hvað var gert ábendingin áður, en líka bara við höfum önnur tól kannski líka. Og þannig að einhver hlut að því er þannig. Þá er það Sigurður Einar Sigurðsson, heyrðu ykkur, Sess? Já, ég heyri ykkur, heyri því mér. Já, maður talar. Já. Heyrðu, takk fyrir góðan og gott og skemmtilegt yfirlit. Sess, ætlar þú að segja eitthvað? Já, heyrið í mér. Spurningu. Heyrið í mér. Heyrið í mér. Heyrið í mér núna. Hann mjútaður þessu ekki. Sko, Já, sjálfur sér. ert þú mjútaður hjá sjálfur, Sess náttúrulega? Nei. Remove, nei, hann er með permission to talk. Hann er... Halló, Sess. Heyrið í mér. Á meðan við erum að... Það virkar ekki. Sko, það er einmitt ábendingarnar, nú er langt síðan að ég var í læknadeild. En er þetta ennþá, sko, þá hafði maður tilfinningunni að í sömu löndunum sem Bandaríkjunum væri þetta bara fertug samanlýskjöf allra kvenna að fara í legnám. Var það bara til losna við blæðingar eða er þetta ennþá svona rosalega mismunandi? Hverjir eru ábendingar hvað þetta helstar? Já, sko ábendingarnir eru kannski eina helstar, sko kannski algengasta eru mikla blæðingar. Oft er þá einhvers konar hnútar eða einhver patológi í leginu sjálfu við svona skoðun. En þarf ekki að vera, það getur bara verið blæðingar og það sem önnur meðferð ekki skila árangri. Það sést anemía, krónísk járnskortur og hann aðgerðin eru oft þannig. En þetta er ennþá svona eina algengar aðgerðin sem gerð er sko. Þetta er alveg óbúðslega fjöldi aðgerðin sem gerður árið sko. Það er svona algengast ástæðan. Síðan er náttúrulega stór leg, taka pláss, þrýstingur, önnur líffæri, það getur verið. Og það er náttúrulega alltaf tómíðurnar sem við gerum. Og síðan náttúrulega er stór hluti þessu legnámi vegna þá SIX á legi, en svona algengast svona, eins og þú segir svona bara út af einhverju, það er sérst yfirleitt blæðingar. Hörðu, fleiri spurningar, einhverja spurningar úr sal?